Komið sæl og blessuð og verið velkomin í þetta myndband þar sem ég ætla að tefla og við byrjum núna. Og það er First Night 28 frá Swiss að mér sýnist 2276 og það er franskvörð og ég ætla að reyna að tefla hérna Tarras afbrigðin sem kalla, hann leikur A6 já, ég get líka rittari F3 eða biskup D3, ég leika rittari G til F3, hann leikur C5, ég get drepið, ýmislegt, ég ætla að freista þess að taka á mér svona undarlega ákvörðun kannski, en taka á mér stakafestu, sjálfviljur, ég leiði hann að drepa hérna og nú má hann ekki taka hér að því að ég drep þá, drottning drepur biskup B5 skák við drottninguna, nú bakka ég með rittarna hér, þannig að þetta er peðið svona valdað á taktískan hátt, ef svo má segja, og svo ætla ég annarkvort að, já, fara hér, færi hvítis eru á kongsvagnum í svona stöðutífum með þennan biskup hér, en vandamálið er þetta stakapeðina sem að getur orðið veikt, sérstaklega í endataflinu. Ég get ekki núna biskup C2, drottning D3, það er pínlítið óþægilegt fyrir hann. Ég er að hugsa að gera það bara. Það er að segja fyrir hingað, þá þarf hann að veikja sig á kongsvagnum, til dæmis með G6, þannig að hann bakkar með biskupinn, skynsamlega gert hjá honum. Þá ætla ég, sko ef ég legg drottning D3 núna, þá var hann tíma til að fara hér, þannig að nú ætla ég aðeins að valda B4-ritinu. Ég var alls ekki að missa þennan biskup. Það sem ég myndi gert að gera, ef hann leikur biskup B7 til dæmis, þá ætla ég að leika drottning D3, hóta að taka hér, og ef hann leikur G6, þá ætla ég að leika hrókur A til D1 og síðan hrókur A til E1 og reyna að íta þess eitthvað af stað. Þetta er nú örugglega ágætis leikur hjá honum, blessuðum. Drepa tekur hann með rittara, hóta biskupnum, ef ég bakka með biskupnum þá fær hann D5-reitin. Ef ég fer með rittaran eitthvað, það er kannski allt í lagi. Það er örugglega góð leikur hjá honum. Það gefa honum það. Gefa honum það. Get farið með rittaran. Mér langar samt ekkert til þess þannig. Ég ætla að fara hingað. Rittarinn er oft góður á C3 til að geta leikið D5. En þetta er allt í góð ennþá. Ætlar hann að taka hér, ætlar hann að vera og leika biskup B7. Ég myndi gjarnan vilja hafa tíma til að leika drottning D3 eins og ég sagði að koma hróknum hér og svona leika D5 undir einhverjum kringumstæðum, en það er náttúrulega verið mjög gott að hafa rittarinn á C3. Hann hugsar. Ef hann drepur, já, þá drepur hér. Þá fær rittarinn hans ekki aðgang að D5-réttum. Ok, hann leikur þangað. Hann vill fá uppskipt á biskupum, það er svo sem eðlilegt. Ef ég ekki bara byrja á þessum hér og láta hann eitthvað veikja sig. Hann leikur F5, já, það er svona hraustlega telt. Ég get tekið hér, hann getur tekið með drottningu. Það er örugglega fínt að reynda að losna þennan biskup og veikja svörtureitirnir. Ég get líka bakka hér, en það er ákveðin hægt á því að drottningin við verða eitthvað klunnalega eftir þennan. Ég ætla að taka hér. Ef hann tekur með rittara þá gefur hann eftir E5-reitin og þegar hann lék F5 þá náttúrulega veikt hann E6-beðið, þannig ég ætla að leika hrókur E1 bara strax. Hugmyndin er hér og búið til einhverja veikleika hérna, kannski með rittar F4. Gera þetta strax. Hann getur farið hér. Hann
getur gert það. Það gerir það ekki. Sko nú held ég kannski að ég ætti einhver smá taktíkana. Það sem ég er að hugsa var tekið, riddara F4, hrókur eitthvað D5, en ef hrókurinn er á D-línunni þá leppar hann alltaf peðið mitt. Þannig að ég ætla ekki að losa spennuna alveg strax, ég ætla að bæta þessum í spilið. Það er smá gildra, ef hann drepur hér, drepið, drottning drepur, þá tek ég á D5, hóta drottningun hans. Og ef hann tekur drottninguna mína, tek ég á E6 með millileik og vinsa drottninguna tilbaka og er það kallið yfir. Hann kemur í veg fyrir það, skynsamlega gert hjá honum. Núna langar mjög að taka hér, en ég veit ekki alveg hvort það er rétti tíminn til þess. Hvort ég að bakka fyrst. Að bakka hingað. Sem ég skrýða staður fyrir drottninguna, en það fannst þú vera fyrir. Og mér langar mjög að, ok, þetta er skynsamlega gert hjá honum. Ég verði eiginlega að fara að taka yfir, já ég er alveg að falla á tíma. Ég verði eiginlega að fara að taka yfir svörtureitina. Ægilega riddari C1, riddari D3, reyna að komast á E5 kannski. Það er ekki eitthvað plan. Ok. Nú getur hann tekið biskupinn og það er sjálfsagt nokkuð gott fyrir hann. Ég mista riddari F4 núna. Góða leikur. Mjög góða leikur, hann hóta G2-peðinu. Ég er búinn að missa allt frumkvæðið mitt í stöðunni. Og ég er með mjög slæman tíma. Ég er að halda baráttunni gangandi. Hrókur hér geti komið. Nú er ég eiginlega komið með stöðu sem ég vildi ekki hafa með þegar maður er með stakt með að frumkvæði er farið að fjara út og maður situr eftir með veikleika í undanfærunni. Hann er vissulega reynda með veikleika hér, en hann er ekki alveg eins alvarlegur núna eins og minn. Ok, nú er hann farin að hugsa, þannig að já, það var hraustlegur leikur. Ég ætla að fórna peði og hlaupa þess aðeins upp. Getur hann drepið, hann gerir það. Spennandi. Getur hann tekið það, hann getur tekið að B3 kannski. Fjandans. Þetta voru mistök. Þetta voru mjög slæm mistök hjá mér. Og þetta var frábær leikur hjá hann. Ef ég drep og tapast trókn á 7 og ég verið að gefa þetta. Já, þetta var vel list hjá hann hérna í tímarækjunu. Listi taktíkina vel og ég ætla að víta á þetta þessi TSPS. Ég er ekki alveg með tilfinningu fyrir því hvar ég misti þráðina þarna. En svona hef ég telt áður og þetta er ein af leiðanum sem að hvítur getur notað gegn frönskuverðinu. Þetta afbrigði með A6 er náttúrulega svolítið sjaldgæft. Oft drepa hvítur á D5 hérna og svo drepa með peði eða með drottningu í sumum stöðum. En þetta er bara klassísk stackupið staða og ég er svo sem alveg ánægð með það. Sko hér leikir biskup C2, það eru ýmsir leikir sem ég get leikið hérna. D5 svona vofir yfir oft í þessum stöðum. Ég ætla að sjá hvað menn hafa verið að gera hérna áður. D5 mennur kannski ekki leikur alveg strax. Þetta hlýtur nú að hafa komið upp oft áður þessa staða. Aldrei. Það er ótrúlegt.
Ok, B5 er ný leikur. Biskup E7 hefur verið leikið hérna áður. Biskup E7, H6. Af hverju hefur enginn leikið B5? Er það lélegur leikur bara? Af hverju hefur enginn leikið B5? Það er alltaf lagi sko, alltaf lagi leikur. Hérna er A4 leikur, en D5 er líka leikur í stöðunni. D5 er leikur. Sko það sem ég held að hann geti, sko ég hugsaði ef hann tekur hér, þá er kannski einhver taktík með að taka hérna, tekið rittaradreipur hér. Ég sá samt ekki alveg að væri eitthvað ljóst. Jú, ég hóti drottningun á biskupnum, en biskupnum er valdaður. En ég var ekki alveg að sjá til enda hvað var að fara að gerast í þessu. Það sem ég held sko, í fljótu bragði hann geti bara dreipið hér. Hrókur B1, drottning hér. Drottning C2 kannski. Hvað er að gerast þarna? Hrók B1, drottning A3. Wow. Ok. Hér get ég vist ef ég leik hrókur B3, drottning A5, get ég tekið hér og þetta er bara í rauninni gríska gjöfin hérna með hrók og drottningu og alla kallarinn í sókninni. Þannig að þetta var áhugavert. Í rauninni drottningin er lokkuð úr vörðinni og þá er gríska gjöfin bara möguleiki. Ef drottningin heldur sér einhvers staðar hérna inn á borðinu, þá er ég náttúrulega búinn að losa mig við hérna stakkapeðið mitt og hér á ég möguleika eins og þennan þannig hér, og ef hann tekur með riddara þá er ég náttúrulega biskupur með hásum hann er drottningunum. Þannig að þetta var möguleiki, en ég hugsaði samt, ok, hann getur líka tekið hér með þessari hugmynd hérna, að taka bara hérna, en þá get ég dreipið hér og hvað á ég hér? Vá, biskup hási bara. Þetta er alltaf djúpt sko. Hér drottning C2 og inn biskupinn. Kongur H8. Hrókur B1, bara er á leitum. Og hvíti stendur álítið betur. Já, þetta er svolítið djúpt. En D5, þetta er svona thematísku leikur og oft getur maður bara svolítið treyst í að hann gangi upp greinilega. Ég leik biskup C2, hann er nú ekkert slæmur. Biskup E7, góða leikur. Hugmyndin með honum ásakið er að leika drottning, nei hérna rittar B4, gafla biskup og drottningu. Þannig ég leik A3 sem er mjög eðlilegt. B4. Hér get ég leikið bara, já ég get leikið drottning D3 strax núna. Og svo get ég líka að fara með rittarinn á A4 þar sem hann hefur auga með þessu reit. Hann er kannski ekki eins góður á E2, hann á enga sérstaklega framtíð þar. Það er alveg þekkt að fara með riddarann hér, henda honum hingað og leyfa svartum að drepa hann og taka það með peð og laga peðastöðuna. Vegna þess að svartur getur í þessar stöðu hér sennilega leikið A5 og virkja biskupinn sinn hér, og þá er þetta miklu meiri vandræðagripur. Það sem ég vildi alls ekki gera í þessar stöðu var að drepa hér, drepið, biskup eitthvað og gefa þá riddarann manns aðganga að þessum reit svona alveg bara með aðstoð í rauninni. Hann á biskup B7, tekur skálirina og ef að hinn riddarinn gerst á D5 þá blokkar hann allt, en ég hefði átt að vera aðeins aggressívar þarna. Hér er drottning D3 góður, F5, tekið, hér leikir hrókur F til E1, hann er fínn, biskup B7, biskup B3, hrókur A D8. Sko hér hugsaði, hérna leikir hrókur A D1, ég hugsaði hvort ég ætti að taka hér, tekið, riddara F4, hrókur eitthvað, ég hugsaði hrókur D6 til að valda eselspeð, D5, en ég þorði ekki út í það af því að peðið myndi leppur, drottningin enn á D3, en þegar ég horfa á þetta núna, auðvitað á ég að gera þetta. Þetta er lang aggressívasti leikurinn, hann á bara einn leik til að halda stöðunni saman og það er riddari D8.
Ég hóta náttúrulega bara að taka á E6 með hrók bara, til dæmis. Eða riddari jafnvel. Riddari D8 og þá á ég einn leik sem að gefur mig betra tafl. Sá leikur er reyndar dálítið flottur. Það er riddari D4 og það er ýmsar hótanir á lofti eins og til dæmis að taka hér. Drottningin er valdlaus hérna þannig ég get sem sagt eftir til dæmis biskup drepi D5 þá get ég náttúrulega bara tekið já. Ef hann tekur mér hrók þá bara drep ég og vinn drottninguna og skipta minni yfir. Þannig að já, ég hefði þurft að gefa mig kannski örlítið meiri tíma eða þá að bara láta vaða af því þetta var fyrsta sem kom upp í hugan og þetta var maður að treysta innsæðinu í hraðskakum. Ég leik hér og ég misti aðeins hérna ég bara aftur að gera þetta. Bara drepa riddari F4 bara og keyra á hann, auðvitað að ég gera það. Ég bakkaði með drottninguna, það er alltaf passífur leikur. Ég var eitthvað að sjá fyrir mér einhvern leik eins og að fara hér til að auka pressuna á skálínuna. Þetta er of hægfara. Hann lék núna drottning D6. Þá get ég ennþá drepið á, ég get drepið hér. Hugmyndin er að fara hér eða ef hann tekur með peði þá eru svörturreitinni svolítið girlegir fyrir mig. Þá get ég til dæmis leikið, ég get leikið G3, riddari F4, riddari D3 hér, eitthvað svona. Og biskupinn hans er lélegur. Þetta átti ég að sjá líka. Í staðinn leik A4 og hérna er ég svolítið komin á afturfæturna og er að missa þráðinn hérna. Ég misti algjörlega bara þessu. Hann tók yfir frumkvæðið og gerði það mjög vel reyndar. D5 leik ég svolítið desperation að en sóknin mín, drottning mín er ekki með. Ég missa alls konar leikjum hérna get ég ekki tekið á E6 með hrók. Ég er ennþá inn í skákinni. En þetta er mjög vel gert hjá hann og þetta er innan tómar hótanir. Og hótanirnar hans í stöðunni eru orðnar mjög hættulegar. Þessi stendur svona hálfgerðum brauðfótum. Og ég mista þessum. Og náttúrulega ef ég drep hér þá tekur hann hér og ég er mát. Þannig ég tapa manni. Og hann kláraði þetta mjög famalega. Þannig að já, ég lærði eitt og annað á þessu svona hvernig að tefla stakapestur. Maður þarf alltaf maður má ekki detta í vörn. Maður þarf að halda frumkvæðinu, maður þarf að halda öllu gangandi. Reyni að gera betur næst. Sjáumst í næsta skák. Takk fyrir áhorfið.